Komið sælir hlustendur góðir. Skálavarsla, Gránufélagið, umhverfi og vellíðan og orkunýting á Hellisheiði meðal efnis í þættinum hjá okkur í dag. Í byrjun sumars kom saman hópur fólks sem hafði áhuga fyrir umhverfi og vellíðan og það voru stofnuð samtök þessa áhuga fólks og þið eru fulltrúar þeirra, Auður Ottesen og Heiðrún Guðmundsdóttir. Þið eruð í forsvari fyrir þessi samtök. Já, við erum það. Það var hérna nokkra aðdragandi að þessu og 2006 þá héldum við ráðstefnu og Anna María Pálsdóttir var þar, umhverfi og heilsu, og síðan kemur Páll Líndal seinna inn í þessa vangaveltur okkar Önnu Maríu, en þau eru bæði í námi í umhverfissálfræði í Svíþjóð og Ástralíu, og síðan ákváðum við hérna Páll Líndal að drífa okkur bara í að stofna samtök og reyna að láta gott á okkur leiða og stuðla rannsóknum og svona taka á okkur svona verkefni. Þannig eru umhverfissálarfræðingar, þú ert garðyrkjufræðingur að mennt, er það ekki? Heiðrún, ert þú garðyrkjumenntur líka? Já, ég er garðyrkjufræðingur og ég er líffræðingur og umhverfisfræðingur. Ég er búin að fara allan skalan. Þarf maður að vera fræðingur til þess að vera með í samtökunum? Nei, þú átt bara að vera þú sjálf og kunna njóta staðs og stundar. Já, en það voru strax 40 sem voru stofnfélagar og síðan eru 100 mann sem í samtökum, og það eru þversnið að þessu hvíta og græna gera. Þarna eru hérna landslagsarkitektar, garðyrkjufræðingar eins og við erum, umhverfisfræðingar og arkitektar líka sem tilheyra svona, og verkfræðingar sem tilheyra svo gráa reyndar. En hvernig eru hvítir? Hvítir eru hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar, og það er hvíti geirinn. Heilbrigðisgeirinn allir. Og þið eru grænar? Já, og við vinnum saman að hérna ýmsum svona verkefnum og viljum þá stuðla líka að rannsóknum sem er ábótavant hér. Það vantar svolítið rannsókn til að sýna fram á gæði umhverfisins og hérna. Er umhverfi ekki bara umhverfi? Nei. Umhverfi er nefnilega svo margt. Það er gróðurinn, það er litirnir, það er húsin, það er fólkið sem er í umhverfinu. Þetta er samspil umhverfis og fólks og dýra og bara hitastigs, skjól, vindur. Þetta hefur allt, þetta skiptir allt svo miklu máli. Já, auðvitað við vitum náttúrulega kuldi og vindur og rigning og svona hefur áhrif á okkur, en eru til rannsóknir sem sýna fram á að það skiptir máli hvort að landið er grænt eða grátt, hvort að húsin eru há eða lág og svo framvegis? Já, Kristín Þorleifsdóttir, landslagsarkitekt, og hún gerði smá könnun á líðan fólks í miðbænum, tók fyrir staði eins og Hlemm, efri hlutan Laugavegi og svo svæði kringum Alþingishúsið þar og hérna Hljómskálagarðinn, og kannaði hvernig fólki leið á þessum stöðum, og það var ábyrjandi að fólk leiði ekki til sérstaklega vel á Hlemmi, en í hérna miðbænum, þarna í grasfletunum við Jón Sigurðsson, það leið fólki afskaplega vel. Og þar hafði umhverfið töluvert að segja, það er töluvert mikið gróður og hvernig hann er lagaður, og þar settist fólk á og vildi dvelja. Og svo erlendis er búið að gera töluvert af könnunum, og þá hefur verið gerða kannanum það sem er gert svona streitutestpróf á þeim sem að taka þátt í þeim, og náttúrulegt umhverfi hefur tvímælalaust vinningin. Og ef þú hugsaðir bara líka, ef þú ferð síðumúlan og svo aftur eða gengur og ekkur svo í miðbænum hjá gömlu falli húsum þar sem að gróður er í hverjum garði, að þá er hérna, þá þekkja allir það að það er mikil munan á líðan þeirra. Og síðan er erlendis farið að nota svona gróðursvæði með ákveðnum hætti sem meðferða úrræði í hérna varðandi eins og í Svíþjóð og Danmörku. Þar eru til garðar þar sem að koma í meðferð í 6 vikur á báðum stöðum, sami tíminn, og þar koma útbrunnir einstaklingar sem hafa dottið út af vinnumarkaði,
og eru þar í 6 vikur og það er ákveðið, þau eru inn í náttúrunni, koma í 4 tíma og síðan koma þau að ræktun, sá og eru alveg í þessu fallega umhverfi og smátt á smátt þá finna þeir löngun hjá sér, eða það er allavega reynslan, löngun hjá sér til þess að takast aftur á við tilveruna. Þannig að það er engin tilviljun að svona heilsuhæli upp á gamlan máta voru yfirleitt í fallegu umhverfi? Nei, Vífilsstaðir, Heilsáli Hveragerði og Kristneshæli, þetta voru allt saman afskaplega, það var hugað að því að það væri gróður í kringum það og það er ekki spurning. En þið þessi samtök, hvað ætlið þið að gera? Eða hafi verið að gera? Það eru búin að vera í gangi 4 verkefni í sumar og þetta eru verkefni sem hafa með bætta líðan aldraðra að gera. Þóra Karlsdóttir hjúkrunarfræðingur er í forsvari fyrir hóp sem vinnur með eldri borgara. Hún hafði verið forstöðumaður á öldrunarheimili á Kirkjubæjarklaustri og hún fór aðra leiðir þar heldur en víða hefur verið farið. Hún vildi leyfa fólki að hafa dýr úr sveitinni til dæmis hjá sér og slíkt. Þetta verkefni er hugmynd sem er kölluð græn elliheimili og þar eiga að vera dýr og það á líka að vera sjálfbært grænmeti og matjurtir og auðvitað hafa fína garða, góð útivistarsvæði. Já, svo ekki síst innviði líka. Það var þarna á Kirkjubæjarklaustri, þá var við herbyggið hjá þeir sem þar dvöldu, þá voru myndir af þeirra heimaslóðum og eitthvað sem vakti góðar minningar, grænt innandyra og það er svo merkilegt að það skiptir ekki öllu máli hvort það sé silkiblóm eða venjuleg lifandi. Það hefur sýnt sig í rannsóknum sem að okkur garðyrkjufræðingum þykir kannski þetta er fúlt. Já, en athyglisvert, allavega athyglisvert en hún Þóra studdist við hospice-kenningu og þetta er samsett eitt verkefnið Svo er annað verkefni sem heitir Heilnæmi garðar og það er hún Kristbjörg Traustadóttir, landslagsarkitekt og mastersnemi í umhverfissálfræði sem hefur verið aðaldritfjöðurinn í þeim hópi. Síðan er vinnuhópur bætta líðan sjúklinga og það var þessi sjúkrahúsgangur. Auður, þú varst líka með honum. Þetta er svolítið skemmtilegt verkefni vegna þess að það var í Morgunblaðinu smá greinastúfur í síðastliðum vor sem vakti athygli mína og þar sagði frá því að sjúklingar sem fóru þarna í dagsmeðferð á krabbameinsdeildinni að þeim liði illa í allir þessi bið sem þurftu að biðinni eftir, þau voru að bíða eftir því að komast að í blóðgjöf eða komast að í blóðtöku og þess vegna blóðniðurstöðum. Já, og gangarnir eru mjög langir þarna og það er allt gert til að reyna að gera það vistlega en það er ekkert á veggjónum og lítið grænt og einhverju stóla þannig að fólk getur beðið þarna en það var svo merkilegt í þessu litla stúfa að konum þótti þessi gangar verið einna erfiðastir í þessari meðferð og við hittumst 4 og þar var einn innanhúsarkitekt, umhverfissálfræðingur og iðjuþjálfi og við fórum að velta fyrir okkur hvað væri hægt að gera við svona eitt gang þannig að hann yrði vistlegur og fólki liði vel og við höfum hist nokkur sinnum og erum komið núna með tillögu að breytingum og viljum gjarna fá til liðs við okkur fleiri aðstandendur krabbameinssjúklinga, þessu félög sem eru stofnuð tengt því og fá leyfi til þess að breyta einu svona gangi og svo gjarnan að það yrði gerðar svona smá rannsóknir í kringum hver áhrifin yrðu svona til eftirbreytni og ég fór þarna og tók myndir á göngunum með leyfi og talaði þarna við hjúkrunarkonu sem var þarna á göngunum vann á þessu svæði og hún tók mjög vel í þetta þannig að næsta skrefið er bara að tala við aðstandendur sjúkrahússins og segja frá hvað við erum að gera. Þetta var afskaplega gaman að heyra þetta, það verður spennandi að fylgjast með og að gera fyrir fólk sem hefur áhuga að hafa samband við ykkur. Þakka ykkur fyrir
Heiðrún Guðmundsdóttir og Auður Ottesen.